Í dag átti ég að fara til Garðars til Orhus og vera þar fram á mánudag, en við erum hætt við það. Ég veist að cancela fluginu, þannig að já, staðan er bara svolítið skritin. Ég skil Garðar mjög vel, hann pantaði bara strax flug og er að fara til Íslands í dag. Þannig að ég seti uppi með heila fríhelgi og ekkert plana. Hvað getum við gert skemmtilegt? Vitið þið að ég sé ekki komið? Hvað plan? Tómas ætlar að koma með mér á kaffihús. Hann þarf að læra. Oh my god, mér er ótrúlega að leiða svo mikið helgina. Og svo líka annað, ég get ekki beðið aukavakt í vinnunni út af kórónuveirunni. Fólk er að cancela og er ekki að koma á Steam út af veirunni. Ég er ekki að átta mig á þessu ástandi. Ég trúi ekki þessu að gerast. Nú er ég komin heim. Ég er með smá plana, held ég. Ég og Hera ætlum mögulega að hittast. Ég er kannski að fara til hennar á morgun. En ég ætla að skella mig núna út í búð og kaupa mér eitthvað gott. Ég er komin heim. Þetta tók aðeins lengri tíma en ég held. Ég get örugglega sagt að þetta er uppáhaldsmaturinn minn. Þetta er sko með svona hrísgrjónum, svona sushi hrísgrjónum og lax og geðveikri sósu og mango og avokado og hvað heita þessar baunir? Edamame-baunir eða eitthvað svoleiðis. Á 5 þætti, ég er að fara að byrja 17 ára. Djöfull er þetta góðir þættir. Ef þið eru ekki búin að horfa á The Stranger, afsakið útlitið á mér. Mér er svo heitt, ég þarf kannski að opna gluggann og bara standa þessu upp og fá mér vatnsglas, halló sko. En ok, nú ætlum ég að fá mér vatn og svo ætlum ég að halda fram að horfa því að ég get ekki hægt. Góðan daginn. Ég er að hlusta á nýja lagi hennar Hrafniðar og hún er svo geggjuð. En allavega, ég lá hér í sófanum, Tómas fór að sofa sko klukkan 12 eða eitthvað og ég kláraði seríuna. Ef eitthvað ræði þessa seríu? Nei, ég get það ekkert, þið eru kannski ekki búin að horfa á hana. Því þá slepp ég því. Allavega, þetta var ein helvíti góð sería. Vá hvað hún var góð og ég mæli með að horfa á hana. En já, einhvern veginn, ég skil stundum mikið sjálf mig. Ég næ stundum bara að búa til svo mikið mess. Og já, sjáu þið. Það var alveg dimmt í gær, þannig að ég náði ekkert að taka til. Hver lokaði ekki haframjólkinni? Ég var að fylla bílinn, þannig að núna er komið bensín á þennan. Svo var ég að kaupa vín fyrir mig á Heru og ég er á leiðinni til Uppsala. Sjúklega spennt! Þetta var ógeðslega næs. Atvinnulaus. Yfirmaður minn var að hringja mig og segja mér að ég væri atvinnulaus. Skál fyrir því. Italiano, buon appetito, bruschetta alla arna. Guarda. Wow. Oh. Sjá hvað þetta er gósi.
Hér verðum við Hera í sóttkví næstu 2 vikunar. I wish. Wish. Búllar. Skål. Góðan daginn, Uppsala. Heyrðu, ég flúði inn að þegar það var kona að horfa á mig. Ógeðslega næs hjá okkur í gær, við vorum bara að horfa á Love is Blind. Ég var ekki aðdáandi. Þannig ég og Hera fórum bara inn á netið og googluðum hvernig þetta endaði og hverju væri enduð saman og svona. Þannig já. En það er svo fallega dagur í dag, þannig við ætlum að skella okkur niður í bæ. Og hún ætlar að sýna mér kastalann og einhvern tropical garð, ég veit ekki. Svo er það bara spurning hvort að eitthvað af þessu sé opið út af kórónuveirunni. En byrjum enn dag. Heyrðu, kirkja nr. 2. Það er kirkjuferð til Uppsala. Hvað gerir maður annað þegar maður heimsækir Heru? Maður er bara í kirkjum og dýragarðum og blómagarðum og þetta er yndislegt. Heyrðu, við erum bara mættir í skýrn. Já. Við erum komast að eitthvað hitt. Já. Hlustum vel. Þú gleyma maður. Hvað ertu að gera? Leyfðu konuna að vera í friði henni í þessari kirkju. Ok, djúl er þetta creepy. Þetta er svo raunverulegt. Ég fatt ekki okkur hún er hérna og ég ætla að sýna ykkur hvað hún er raunveruleg. Pælið, hún væri lifandi. Hún væri bara að djúka í mér. Cheers! Hversu huggulegt að vera bara hér í sólinni. En það sem er blekkjandi við þetta allt saman er að það eru bara 2 gráður. Já, þetta er bara 1. Vel gerst. Þú veist atvinnum var ég sé það. Vann á veitingahúsi, sko. Hvað varst þú að vinna á veitingahúsi? Sjálfstakaffi. Svo að vinna saman. Hvað varst þú að vinna þetta? Heyrðu, við erum bara að fara að horfa á mynd. Þetta er Hera Fríða, hún er sko létt Mónika í sér. En við erum bara hérna að borða pizza og ætlum að drekka smá vín og horfa á mynd og hafa kósí. Góða nótt og sjáumst á morgun. Góðan daginn. Hera, maður segja þig. Þið verðið að segja hverjum hún er lík. Við erum að fara að skoða hesta. Jú. Jú. Og það geitur. Já, komnar á áfangastað. Hún er að hjóla. Það er hressandi. Blessira. Við munum örugglega sjást aftur ef að kóróna ætla að halda áfram að láta svona. Þannig að ég sé þið örugglega næstu viku.